Já, við ætlum næst að fjalla lánabreytingar sem getur hafa verið hjá Landsbankanum. Ég held að hinir bankarnir tveir haldi enn að sér höndum og hvernig það tengist húsnæðismálum. Nú mögulegt samráð í sorphirðu og umdeilda gjaldtöku á bílastæðum. Ertu velkomin til okkar, Breki Karlsson frá Neytendasamtökunum. Takk. Það hefur verið ansi mörg horn að líta hjá ykkur, mikið annríki, því að við verið þarna mjög stóru málum og ég held að María Lilja, kollegi minn hér á Samstöðinni, hafi í fyrrakvöld í fréttatímanum í beinni útsendingu lýst þér sem hetju án skikkju. Það var nú fyrst að taka fram að ég er nú alls ekki einn í þessar baráttu. Það eru 5 starfsmenn Neytendasamtakanna og svo eigum við velurunnara út allt samfélag, þannig að þetta er nú alls ekki, þó ég sé kannski standi siti hér og tali fyrir hönd Neytendasamtakanna, þá erum við mörg sem vinnum þar og náttúrulega allir neytendur og félagsmenn í samtökunum sem standa hérna baki og við gætum ekki verið án félagana okkar og ég gæti ekki verið hér án starfsmannana og þeirra sem starfa með okkur. Nei, en sem sagt maður tekur eftir því sem að hluti almennings að það eru svona margir sem hafa bundið vonir við erfið og þung og stór mál sem að þið hafið sett mikinn tíma í undanfarið og það er náttúrulega þessi dómur í Hæstarétti sem við viljum að ræða eftir. Svo hefur líka komið á daginn að það voru Neytendasamtökin sem að virtust hafa ákveðið frumkvæði að því að hnippa í samkeppniseftirlitið vegna sorphirðu mögulegs samráðs og í gær eða fyrradag var kynnt að þeir verið í samstarfi með FIB, hvað var bílastæðin. Þannig að sko maður svona finnur það að æ fleiri líta til Neytendasamtakanna sem mjög mikilvægar stofnunar á sama tíma og þetta gerir stundum hér í þessu landi að þegar sigur vinst í einhverju baráttu gegn einhverjum svona öflum í samfélaginu eins og peningaöflin eru hér og bankarnir, þá höfum við orðið vitni að alls konar viðbrögðum frá bönkunum þar sem því jafnvel hótaða eftir að bankarnir tapa máli fyrir Hæstarétti, hvað var þar geðþóttavexti, þá kann sú staða að koma upp og virðist þegar vera komin upp að það sé jafnvel bara erfiðara núna að sækja sér húsnæðislán heldur en áður. Getur gengið svona labbað aðeins í gegnum þetta með mér, þetta ferli og sagt mér hvernig þú metur stöðun akkurat í augnablikinu? Byrjum á vaxtamálinu. Þetta er eins og þú segir mörg mál og stór og varða okkur öll. Þetta féll dómur mjög skýr sem bannar bönkunum geðþótta ákvarðanir í vaxtabreytingum. Ef þau ætla að lánafyrirtæki ætla að lána fé með breytilegum vöxtum, þá þarf það að vera skýrt fyrirfram hvernig þær breytingar á vöxtum verða. Og sá tími er liðinn þar sem bankarnir geta bara tekið geðþótta ákvarðanir vexti. Það er fallinn einn dómur. Það eru 4 dómar eftir, eða það eru 4 mál í viðbót. Vaxtamáli samanstendur af 5 málum sem hvert sig hefur ákveðna þýðingu hvað varðar lán. Við erum til dæmis þetta mál sem hefur fallið núna, það varðar óverðtryggt lán. Og því skýtur það svolítið skökku við að Landsbankinn hætti að lána út verðtryggð lán nema til fyrstu kaupanda. Og rauninni það er ekkert í dómnum sem segir að það sé óheimilt að lána verðtryggð lán. Í rauninni var Landsbankinn fyrir löngu hættur, farin að draga saman löngu fyrir þennan dóm, draga úr lánveitingum verðtryggðra lána og meðal annars með því að stytta lánstíman úr 40 ár, hámarks lánstíma úr 40 árum í 30 ár. Já. Og núna gengið ennþá lengra.
menn hafa verið að leiða því líkum að það hafi verið vegna þess að þeir hafa ekki geta tryggt á móti verðtryggðum útlánum hafa ekki geta tryggt verðtryggð innlán og bankar verða að hafa ákveðið jafnvægi í lánveitingu sínum ef þeir lána út í verðtryggðum þá verða að hafa verðtryggð innlán á móti og einhverjir hafa leitt að því líkum að bankin hafa hreinlega bara ekki verið með verðtryggð innlán á móti verðtryggðum útlánum. Sýna ársuppgjör að Landsbankinn er illa stæður eða? Alls ekki og það er nú annað að í síðustu viku var 3. ársfjórðungs uppgjör Landsbankans og ég held að ég hef ekki heyrt stafkrók það þegar séð stafkrók það í neinum fjölmiðlum. Þar kemur bara í ljós að bankinn stendur hreinlega bara stórkostlega vel. Hagnaður fyrstu 3 ársfjórðunga miðað við sama tíma í fyrra er upp 10%. Já. Vaxtamunur bankans er tæplega 3% stig. Sem er sko 2-falt meira heldur en gengur að gerist í norrænum bönkum. Og þannig að það er borð fyrir báru hjá bankanum að lækka vexti. Heldur betur. Og það er skrítið að eigandinn stígi ekki fram og hreinlega farið fram á það. Íslenska ríkið? Já, Íslenska ríkið á Landsbankan. Hver þá í forsvari? Ég held að sé fjármálaráðherra sem fer með hlutabréfið fyrir hönd ríkisins ef ég man rétt. Já. Og þannig að það er greinilega borð fyrir báru og Íslenska ríki gæti stíði fram og sagt, heyrðu, skrúum aðeins niður í hagnaðinum. Það er, við þurfum ekki að hagna svona svakalega mikið. Hagnaðurinn í fyrra var alveg nóg. Við þurfum ekki að hagnast meira en þá. En hingað til þessa tíma þá er hagnaðurinn 10% meira heldur en að sama tíma í fyrra. Já, og fyrir það náttúrulega gjöldum við sem erum skuldug. Það er bara þannig. Algjörlega. Þeir eru að búa til sinn hagnað á ofurvöxtum sem... Já, við sjáum það. Alltaf vaxtamunurinn hér hjá bankanum er miklu mun meira heldur en hjá norrænum bönkum. Og það verður áhugavert að sjá að í dag er Arion banki að gefa út sína með sitt ársfjórðungsuppgjör og á morgun er það Íslandsbanki. Já. Þannig að við getum séð, við fylgjumst með því og getum séð hvort að það sama eigi við í þeim bönkum. En er það ekki rétt skilið hjá mér að í kjölfarið á dómi Hæstaréttar það hefur sennilega nokkurt skeið ekki verið erfiðara að komast inn á húsnæðismarkaði? Sko, jú, hjá bönkunum. En öfugt við bankana þá eru skuldbindingar lífeyrissjóðanna verðtryggðar. Þeir eru að eiga að tryggja okkur eftir laun og ávöxtunin þeirra á að vera verðtryggð. Þannig að í lífeyrissjóðin hafa verið að halda áfram að veita verðtryggð lán og allt frá niður í 3,6% vexti er eftir því sem ég best veit og skoðaði í gær. Það voru nokkrir lífeyrissjóðir sem veittu lán með 3,6% vöxtum. En það er ákveðið limbo í gangi, ekki satt? Nú er ég ekki sérfræðingur í bönkum, en mér finnst áhugavert að það eru 4 ár síðan að Neytendasamtökin hófu þessa málsóknir og stemdu bönkunum. Það er rúmlega 1,5 ár síðan að EFTA-dómstóllinn komst að mjög afgerandi niðurstöðu að þessi aðferð sem bankarnir hafa verið að veita, þessi sjálfsheimil til þess að hækka eftir geðþótta væri bönnuð. Og það að bankarnir hafa verið bara teknir í bólinu viti ekkert hvað þeir eiga að gera. Þetta er eins og kaffihús
sem hættir að selja kaffi hvað gerði maður ef að kaffihús hætti að selja kaffi ef það ríkti hér alvöru samkeppni. Þú færir eitthvað annað. Þú færir bara í næsta kaffihús. En hér einhvern veginn leyfa bankarnir sér að loka fyrir það sem þeir eiga að standa í. Þeir eiga að standa í því að lána fólki fé. Mér finnst þetta sérkennileg hegðun og annað sem ég svona skynja í, sko, það alltaf verið að huga, sko, þú veist, í viðbrögum þeirra. Þá finnst mér að gæta mætti meiri auðmýktar og umhug fyrir fyrir neytendarum, fyrir viðskiptavinnunum. Hvernig get ég komið til móts við viðskiptavinnum? Mér finnst öll viðbröðin hafa verið, sko, við en ekki, sko, ok, hvað getum við gert fyrir ykkur? Þannig að það er Sumir upplifa sig bara sem kindur föst á leiðinni á sláturhúsið einmitt sem andstæðu auðmýktarinnar og virðingarinnar. Og náttúrulega þetta er svo erfið líka bara ég öfunda ekki fólk sem er að kaupa sig íbúð og er bara stopp vegna þess að bankarnir viti ekki sér rjúkandi ráð. Bankarnir kunni ekki að lána. Þetta er ekkit flókið. Evrópskir bankar gera þetta og hafa gert í gegnum tíðina, lánað með þessum hætti. Það er ekki eins og við þurfum að búa til nýtt hjól eða finna upp hjólið á Íslandi. Það má sækja í rann evrópskra banka og sjá hvað þeir eru að gera þar. En Arion og Íslandsbanki hafa þegar þetta spjall okkar á þessu stað í hádeginu í dag á miðvikudegi. Þeir hafa ekki sýnt á spilin. Landsbankinn er búin að gera einhverju leyti. Sumum fannst að allir bankarnir væru að sýna á spilin þegar ein rödd kom frá Arion banka það að afleiðingar þessa dóms eru bara þær að vextir myndu hækka og við sætum enn frekar í súpunni en áður. Áttu von á því að hinir bankarnir tveir muni fyrstulega það er mjög alvarlegt að senda svona merki. Þetta er merki að við ætlum, sko, að hækka á neytendur. Þetta er fyrsta lagi, sko, er þetta svona merkjasendingar og þetta er bara bannað samkvæmt samkeppnislögum að við ætlum í framtíðina að hækka verð á okkar vöru. Það er bara bannað, það er bara no-no. Enda sló samkeppniseftirlitið á hönd þessa starfsmanns Arion banka. Meðal annars eftir ábendingu frá Neytendasamtökunum. Eftir ábendingu okkar. Svo, þannig að, sko, það er margt hægt að gera annað heldur en að hækka verð ef við trúum á samkeppni. En kannski er bara svarið hjá þessu fólki við trúum ekki á samkeppni. Við kunnum ekki á samkeppni. Við höfum lifað í þessu kerfi sem hefur virkað vel fyrir okkur hingað til. Þurfum bara ekki að hugsa um samkeppni. Og það er kannski einn af lærdónum í þessu sko, ef við trúum á samkeppni þá eru mjög margar aðrar aðferðir eða leiðir til þess að bregðast við heldur en að hækka bara verð í sífellu. Við erum með hæstu raunvexti í heimi. Við erum með og við sjáum vaxtamunur Landsbankans er gífurlegur í norrænu tilliti og afla bankanum gríðarlega tekna og hagnaður þeirra hefur hækkað um 10% frá síðasta ári. Þannig að það er alveg borð fyrir bári eins og ég sagði áðan og þeir skulu vesku skila þessu til okkar. En ef ég svona spyrði aftur og rukkaði svona gut feeling hjá þeir gagvart því að hinir bankarnir hvað þeir muni gera, hver er svona tilfinningin? Sko, ég geti sagt þér á morgun akkur að spá mín í dag væri röng, sko. En ég veit ekki, því að það er ýmislegt hægt að gera. Við getum tekið til dæmis eins og ég held að það er ekkert sem kemur í veg fyrir að lána verðtryggð lán. Við munum sjá lífeyrissjóðina gera það áfram. Sumir, nú gripa aðeins að gripa fram með fyrir þér. Sumir segja að nú sé að skapast tækifæri til þess að leggja af verðtryggingu.
Sko ég held að já, algjörlega og að miklum sko, segja, sko, við getum það tækifæri til þess að minnka vægi verðtryggingar en það það bil, ef ég man rétt það bil 70% af lánum eru verðtryggð og það náttúrulega út af því að fólk hefur ekki greiðslugetu til þess að greiða af óverðtryggðu láni af því þar eins og veist sko, þá í staðin fyrir að greiða vextina alla á gjalddaga þá eru þeir færðir aftur á höfuðstólinn þannig að þú ítir þessu svona eins á eftir þér þannig að greiðslubyrðin lægri í dag maður borgar húsnæði sitt nokkru sinnum og þetta Þetta svona gott vond að það gott fyrir því í dag að komast inn á markað kosturinn að komast inn í kerfið en það hefur margar alls konar aðrar afleiðingar sem ekki eru kannski endilega góðar en ég held sko að bankarnir þeim eru í lóga lagið að taka upp eins og í Hollandi til dæmis eru lán veitt í 5 ár í senn á föstum vöxtum en greiðsluferillin settur upp í 25 ár þannig að þú greiðir bara 1/5 af lánunni þínu þessi fyrstu 5 ár og svo bara endurfjármagnaru og Þannig að ef Arion og Íslandsbanki myndu koma með einhver svona kerfi þá myndi þú kætast Sko, ég veit ekki, sko, ég myndi ekki kætast fyrir að vextir fara niður og það náttúrulega kannski, og það sem þessi dómur kannski varpar ljósi á að það að stýrivextir og vextir og fasteignalána vextir á Íslandi eru úr kortinu miðað við önnur lönd. Hér á landi eru lægstu vextir 8-9%, lægstu vextir á húsnæðislánum. Í Danmörku það 2,8%. Í Færeyjum það í kringum 4%. Og við eigum heimtingu á því að vextir á Íslandi verði jafn lágir og í Færeyjum. Ok, það kom fram núna í þessu spjalli okkar, þessum bút viðtalsins að þið létuð samkeppnis yfirvöld vita því að það væri ekki eðlilegt ef það væri verið að boða samræmdar vaxta hækkanir bankana í kjölfar á einum dómi og það hefur einnig verið upplýst núna síðustu daga að þegar Kubbur og hvað heitir áttur Terra þegar Kubbur og Terra voru húsleitir þar fyrir skemmstu að það hafi mögulega byrjað eftir ábendingu nefndasamtakana til samkeppnis. Ég vil nú að bara taka það fram að við vitum ekkert um það. Nei, en það gæti verið. Já, gæti verið ef og hefði sko við þér bárust upplýsingar eða leitaður eftir þeim hjá sveitarfélagum. Neytendasamtökin fóru í fyrra vor, í maí í fyrra hringinn í kringum landið og það sem við áttum fundi, mjög góða fundi bæði með neytendum en einnig sveitarstjórnum. Við erum mjög fljótt áskynja þess að hjá mörgum sveitarstjórnum voru áhyggjur að þessi fyrirtæki, sorphirðufyrirtækin hefur skipt á milli sín landsvæðum. Við einfaldlega komum þeim áhyggjum áfram til samkeppniseftirlitsins enda mjög alvarlegar ásakanir. Hvort að þetta hafi verið upphafið eða leitt til einhvers annars veit ég ekki neitt. Hreinlega skipt á milli sér landsvæðum. Það var svona það voru þau merki sem við fengum frá sveitarstjórnarfólki. Þetta hefur mér ekki fundist koma nógu skýrt fram í fréttaflutningi einmitt af því svona hver hafi verið höfuð áhyggjan ef maður getur talað um áhyggjur í eintölu. Já, ok. Já, þetta var sem sagt það að við töluðum við sveitarstjórnir út um allt land og í þeim umræðum var að því að lögunum sorphirðu var breytt 2023 og það ýmislegt sem var meðal annars var sveitarstjórnum gert að álagningasæli verður að koma fram hver sorphirðu gjaldið væri
og það mætti ekki fela það inn í öðrum eða það ætti ekki að vera það þyrfti að vera algjörlega aðskilið. Já. Og þarna á þessum tíma voru mörg af þeim sveitarfélögum sem við töluðum við nýbúin eða voru að undirbúa útboð og þar komu þessar áhyggjur fram að hjá sveitarstjórna fulltrúum og við kannski af því að við vorum að ræða við mörg sveitarfélög þá gátum við en sko bara svona þér að segja þá var þetta ekki einu áhyggjurnar sem sveitarstjórnir höfðu sko. Nei, ég átta mig á því. Það dýrt mataverð, það er mjög dýrt út á landi, miklu dýrara heldur en á Stór-Reykjavíkursvæðinu og þar ofan á bætist við hár flutningskostnaðir sem reyndar kemur inn á samráð líka því að nú til skoðunar og er til meðferðar mál samskipa og eimskipa sem Samkeppniseftirlitið og ég verð bara að nota tækifærið og hrósa Samkeppniseftirlitinu fyrir bara virt og gott aðhald og það er svo mikilvægt að hafa gott Samkeppniseftirlit sterka eftirlitsstofnanir af því að það er það sem við neytendur getum treyst á að það sé og við verðum að geta treyst því að hér sé og ríki samkeppni til þess að sem tryggir okkur betri þjónustu, lægra vöruverð, meiri nýsköpun og tryggi það að fyrirtækin séu í sambandi við neytendur hvað neytendur vilja. Já, og nú er það bara spurning rannsóknaraðila, yfirvalda, ef ólöglegt samráð var að ræða í sorpinu og skiptingu landsvæða, þá er það bara, þá dettur mann í hug sko, hann tala stundum öskjuhlíðina í þessu sambandi, hvort einhverjir tveir sem eiga að vera keppinautar en hafa með sér ólöglegt samráð fara í göngutúr, eða hvort sko rafrænt liggur slóð sönnunargagna þetta. Veistu eitthvað hvernig málunum miðar? Hefur eitthvað heyrt? Ég hef bara það sem ég hef lesið og séð í fjölmiðlum. Við erum ekkert aðilar að málunu og höfum ekkert komið neitt meira að málunu en það að tilkynna þetta fyrir þarna rúmu 1,5 ári síðan. En þú fylgist með? Við fylgjumst bara með og þetta er grafalvarlegt mál. Auðvitað verðum við að taka fram að þetta er meint brot. En það hefur verið mjög rökstuddur grunur fyrir svona hastarlegum aðgerðum. Það er ekkert að ástæðulausu að fólk er handtekið. Hljóta að liggja þarna einhver rök og einhver gögnum það að þetta eða áhöld það að þetta hafi verið einhver brot í gangi. En það geta sko samkeppnislaga brot og það er svo bara mikilvægt líka að stjórnendur fyrirtækja gerir sér grein fyrir því. Það er ekki fyrirtækin sjálf sem fremja brotin heldur að stjórnendur eða starfsfólk fyrirtækja. Og núna, ég man ekki, það er örfá ár síðan að lögunum var breytt. Þannig að núna varðar það við bara refsingu að starfsfólk og stjórnendur geta fengið þetta varðar fangelsi alltaf 6 árum að brjóta samkeppnislög. Enda sem sýnir líka hvað alvarlegt það er að þessi svona aðför að samkeppni. Enda hef ég oft sagt sko að aðför að samkeppni sé aðför að okkur neytendum. Þetta er það mikilvægt fyrir okkur. En svo líka sko hugrenningatengslin hjá mér núna þegar ég heyri því tala þetta og sorphirðu fólkið sem er leitt út í handjárnum. Nei, það var nú reyndar kannski ekki alveg þannig en svo standikið að maður spyr sig bankana hvað þurfi til þess að einhver fari í handjárnum út úr bönkunum á sama tíma og líðum má vera ljóst að þar er ekki virk samkeppni. Það er sennilega meirinn að segja það fyrir samkeppnisyfirvöld að hjóla í bankana með rasíður. Nú er þetta grafalvarleg meint brot og við skulum ekki hafa þau í flimtingum eða ég er ekki að hafa þetta í flimtingum. En ég held að sé það er engin áhöld held ég það að ég hef ekki hér á Íslandi er ekki fákeppni, það er alveg ljóst. En
að það sé samkeppnislagabrot í gangi þar. Ég hef ekki séð nein merki þess og engin sem ég hef talað við. Já, ég meina sko, samkeppniseftirlitið náttúrulega sendi frá sér orðsendingu daginn sem gaf í skyn að tjáningin gæti rétt falið í sér. Já, algjörlega, það er alveg rétt og það er svona sko, já, það er alveg rétt og auðvitað eiga á þetta að vera hluti af starfsþjálfun hjá fólki hjá þessum fyrirtækjum sem talar í fjölmiðla að því sé gert grein fyrir alvarleika þess að senda svona merkingar út í samfélagið og til annara lánastofnana. Já. Sko, í svona rétt í lokinbreki það er ekki bara að neytendasamtökin séu að djöflast í málum fyrir dómstólum, hafa samband við samkeppniseftirlitið og segja, heyrðu, þetta er ekki í lagi og afla sér upplýsinga, heldur eru líka komin í samstarf núna við FIB gjaldtöku á bílastæðum. Hefur baráttuna gegn gjaldtöku á bílastæðum, við erum ekki komin í gjaldtöku. Nei, einmitt. Er það svona eitthvað nýtt skref að vera með FIB í baráttunni eða hafið þið oft gert það? Nei, þetta er alls ekkert nýtt og bara eiginlega frá upphafi nú byrjaði ég sem var í kjörin formaður 2018 og strax 2019 kemur upp stemma árs þetta mál með Prókar. Þar áttum við strax í góðu samstarfi við Félag íslenskra bifreiðaeigenda og síðan þá er málefni sem varða bæði félögin eða félagsmenn beggja félaga þá höfum við tekið saman höndum og í þessu þá erum við í þéttu samstarfi og það má líka geta þess að við erum átt í góðu samræðum líka við ÖBI réttindafélag en þeirra félagsmenn eru líka að verða fyrir barðina á þessu og nú er það þannig að handhafar ökustæða korta sem eru svona hreyfihamlaðir það má ekki rukka þá þessi gjöld en þeir verða ítrekka fyrir því að lögin eru brotin á þeim og þeir eru rukkaðir þannig að við erum þetta er breið samstaða og samstarf þessara félaga og við trúum því að við hljótum með þessu að ná í gegn til stjórnvalda og við leggjum líka þungt á fyrirtækin að þau sjálf síni samfélagslega ábyrgð og láti af þessum þessari ofrukkun á bílastæðagjöldum. Kæra þakkir fyrir komuna Breki Karlsson. Þú ert í reglulegu gestur hjá okkur. Við köllum þetta svona í huganum neytenda hornið og ég held að sé mikil fengur að því að við lyftum mætti almennings í remmunni við stórfyrirtæki og svona, öflin sem að ég var að segja að þau glími við freistnivanda. Ég meina virk samkeppni þarnast virks eftirlits og þess vegna erum við neytendasamtökin standa vaktina og ásamt með stjórnvöldum og eftirlitsaðilum stjórnvalda. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og við höldum áfram með rauðaborðið, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, næsti kafli eftir andartak. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is